Velkomin á bæjarstjórnarfund. Í dag er fundur nummer 561 og það er 20. nóvember og klukkan er 5. Mætti til fundar er Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og starfsmaður er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ég óska eftir að taka 3 mál inn með afbrigðum með heimild 16. greinar bæjarmála samþykktar sem yrði númer 4, 5 og 6 á dagskrá og varða gjaldskrár og reglu velferðarsviðs. En fundur velferðarnefndar var haldinn í gær 19. nóvember 2025. Þá legg ég fram tillögu að mál varðandi frístundastyrki sem er í dag númer 19 á boðaðri dagskrá verði númer 7 á dagskrá. Þeim með gefa mig merki eða samþykki það. Og það er samþykkt samhliða. Fyrsta mál dagskrá, viðauka við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 23 ný staðgreiðslu áætlun, tillaga frá 1347. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 10. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 23 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna nýrrar staðgreiðslu áætlunar 2025. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukning afgangs 147 milljónir. Áhrif viðaukans á sveitarstjórn A-hluta er jákvæð 147 milljónir eða breytt afkomu og neikvæðri afkomu upp á 142.500.000 í jákvæða afkomu upp á 4,5 milljón. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta eru 147 milljónir eða hækkun afkomu úr 607 milljónum og 800.000 í 754 milljónir og 800.000. Og orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið og leggja þetta fram til samþykta með ekki merkið samþykja þetta. Samþykkt samhljóða, þá er annar mál á dagskrá sem er trúnaðarmál. Ég legg fram tillögu að fresta þessu máli til næsta fundar. Þeim með ekki með merki hvort þið samþykja það. Því er þá fresta og samþykkt samhljóða. Þriðja mál er einnig trúnaðarmál sem að ég legg líka fram tillögu að fresta til næsta fundar og með ekki merkið samþykja það. Og það er samþykkt samhljóða. Fjórða mál dagskrá er gjaldskrár 2026 tillaga frá 494. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá velferðarsviðs, stuðningsþjónustu, kvestu og skammtímavistunar og akstursþjónustu. Orðið er laust undir þessu lið. Sigríður Júlía beðum orðið, ekki svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég kem hér upp bara til þess að útskýra að ástæða þess að þetta kemur svona seint inn er að það verður bara mistök við afgreiðslu inn í velferðarnefnd þannig að svona formlegheitin að vísa til bæjarstjórnar það var ekki gert á sín tíma og þess vegna var boðað til auka velferðarnefndarfundar í gær þar sem að þetta var afgreitt þegar okkur ljóst að þetta átti eftir að gera framkvæma þennan gjörning. Takk. Afsakið. Ég ætla að bæta við þetta á líka við næstu 2 mál. Það er sama. Takk fyrir þetta. Orðið er það laust og enginn er beðið orðið þá með ekki merkið samþykkið þessa tillögu og þetta er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er reglur afslátt af fasteignagjöldum aldraðra og öryrkja tillaga frá 494. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki uppfærða reglur afslátt af fasteignagjöldum aldraðra og öryrkja. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið þá með ekki með merki að þið samþykki þetta. Já. Þetta er samþykkt samhljóð. Á 7. mál dagskrá sérstakur húsnæðisstuðningur yfirfarið tekið við með fyrir árið 2026 tillaga frá 494. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki uppfæra reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið á með ekki merki hvort þið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða.
Sjöunda máli dagskrár frístundastyrkir tillaga frá 32. fundi skóla íþrótta og tómstundanefndar en fundur var haldinn 5. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki að gera breytingar á 2. grein reglna Ísafjarðarbæjar frístundastyrki þannig að aldursviðmið breytist úr 5. til 10. bekk í grunnskóla í 1. til 10. bekk grunnskóla. Jafnframt lagt til að heildarfjárhæð frístundastyrkja hækki úr 10 milljónum í 14 milljónir krónur. Orðið laust undir þessu lið. Nanni, gjörðu svo vel. 15, já ég sagði það. Forseti bæjarfulltrúar, kæri forseti, það eru 15 milljónir en ekki 14. Og það bara ánægjulegt að leggja fram þessa tillögu að bæða hækka styrkinn og fjölga þeim börnum sem að hafa tækifæri til þess að foreldrar þeirra geti sótt íþróttastyrka því að frístundastyrka því þetta náttúrulega ekki fyrir börn heldur fyrir foreldra þannig að þau getur stutt börnin sín við að stunda íþróttir og tómstundir í sveitafélaginu. Reglurnar tóku gildi núna minnum við í mars eða apríl á þessu ári þar sem að við byrjuðum með 4. til 10. bekk. Það var strax ákveðið að við myndum endurskoða reglurnar á nýju ári eða í nýrri fjárhagsáætlun því að við vildum pröfa og sjá hvernig þetta gengi. Hvort að foreldrar væri að nýta sér þetta og hvort það væri mikil eftirspurn. Það reyndist vera þannig, það er eftirspurn. Fólk er að nýta sér þetta sem betur fer því þetta eru tækifæri fyrir foreldra til þess að leyfa börnum sínum að taka þátt í frekari íþrótta- og tómstundarstarfi í sveitafélaginu. Fyrst vorum við svona í umræðinu að hugsa að þetta væri þá eingöngu fyrir íþrótta- og tómstundarstarf eða reyna svona að forma þetta fyrir hvað þetta ætti að vera, hvort að þetta þyrfti að vera eitthvað sem er sérstaklega skráð undir íþróttir en svo ákvaðum við bara að það væri best að hafa þetta bara mjög opið. Þetta er stuðningur og styrkur og það skiptir okkur í rauninni ekki máli hvað börnin eru að gera ef svo framlega sem þau eru stunda tómstundir. Þannig ég veit að fólk hefur sótt styrk til þess að börnin þeirra getur farið á leirnámskeið eða skáknámskeið og fyrir tekið vel í allt saman. Núna erum við þá búin að dekka grunnskólan 1. til 10. bekk og vonandi á næsta ári þá verður hægt að færa þetta ofar þannig að við hugsum þá líka börn að 18 ára aldri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Nanni. Fleiri sem vil taka máls? Elisabeth. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar aðeins að ræða frístundastyrkin líka og kannski í smá samhengi íþróttaskólan einnig. Íþróttaskóli HSVAF var stofnaður haustið 2011 og var þá fyrir börn í 1. til 4. bekk grunnskóla og var markmið hans að fá sem flest börn til að iðka íþróttir. Að fyrstu kynni yrðu jákvæð. Að börn fengi að kynnast þeim flestum íþróttagreinum, auk almennar hreyfingu, hreyfiþroska og hreyfigetu og ekki síst að lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna. Íþróttafélögin sýndu sameiginlega ábyrgð, héldu æfingum fyrir þennan aldurshóp í hófi og rukkuðu ekki æfingagjöld vetrartíman. En með tímanum þá hefur þetta svolítið breyst. Einhver íþróttafélög hafa dregið sig úr íþróttaskólanum. Æfingatíðni utan íþróttaskóla hefur aukist og eftir að skólinn fór frá HSVAF til Ísafjarðarbæjar hefur svo þróun svona hraðast að mínu mati. Framsókn lagði til við síðustu fjárhagsáætlun gerð að koma á frístundastyrk fyrir börn í 5. til 10. eins og hefur komið fram fyrir þá sem eru þá utan íþróttaskólans. En með breyttum forsetum og svona aukinni fjárhagslegri byrði sem foreldrar standa frammi fyrir vegna íþróttaiðkunar var einhugur í skóla íþrótta- og tómstundanefnd núna að leggja til að færa styrkinn niður í 1. bekk og halda óbreyttri upphæð sem eru 40.000 krónur á ári. Og eins og kom fram hjá Nanni þá náttúrulega frístundastyrkur ekki bara fyrir íþróttir heldur einnig til tónlist, næra nefnir tónlistar og listnáms og bara annars skipulags frístundastarfs. En eins og staðan núna eru samt bara eingöngu 70% af börnum í 5. til 10. bekk að nýta sér, eða foreldrar að nýta sér frístundastyrkin. Og auðvitað viljum við meiri nýtingu, en þetta bendir kannski til þess að það eru mikið af börnum og ungmennum sem ekki að taka þátt í neinu skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi og það er líka staða sem við megum ekki horfa framhjá. Og einnig
kannski mjög mikilvægt í umræðinu frístundastyrkin að íþróttafélögin sýni áfram aðhald í hækkun æfingagjalda af því frístundastyrkur ná ekki verða til þess að æfingagjöld verði bara hækkuð, þá þetta rauninni fallið sjálft sig. Þannig að það mikilvægt að allir standi saman í þessu. En ég tel og ég held að nefndameðlimir mínu séu sammála því að það sé tímabært að við skoðum hlutverk íþróttaskólans, markmið á svo framtíð og hvert við ætlum að stefna með hann til framtíðar. Við berum sameiginlega ábyrgð á því að skapa aðstæður sem hvetja börn til þátttöku, efla þau og styðja fjölskyldur. Það hefur einhvern veginn aldrei verið jafn mikilvægt og núna í okkar samfélagi. Takk. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vil taka til máls þessum lið? Svo er ekki á mig ekki með. Ups. Þá legg ég þetta fram og mig ekki merkið samþykkið þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. 8. mál álagningar hlutfall fasteignagjalda 2026 til að frá 1348. fundi bæjarárs sem haldið 17. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykkja fasteignagjöld ársins 2026 verði 0,48% af íbúðarhúsnæði og 1,65% af atvinnuhúsnæði og öðru húsnæði og að lóðarlega verði 1,5% af íbúðarhúsnæði og 3% af atvinnuhúsnæði og öðru húsnæði. Orðið er laust undir þessum lið. Og enginn hefur beðið orðið, þá megi ég gefa mig merki til samþykktar og þetta er samþykkt samhljóða. Það var 9. mál, fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar. Forseti leggur fram til samþykktar og síðari umræðu tillögu og fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar stofnun og fyrirtækja fyrir árið 2026 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2027 til 2029. Og orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðið orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég held að ykkur sé óhætt að halla ykkur aftur í stólunum og ligna augum, ná ykkur í eitthvað að drekka og borða því að ég ætla að ekki að tala í stuttumáli núna þegar ég fylgi þessari fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 úr hlaði. Fjárhagsáætlunin fyrir næsta ár, hún lítur vel út. Samanlagðar tekjur A og B hluta verða 9,4 milljarðar króna. Útsvarsprósentan óbreytt 14,97%, endalögð áhersla á að halda áfram ábyrgu rekstrarformi. Fasteignaskattur lækkar jafnframt niður í 0,48 stig sem léttir byrðar á íbúum Ísafjarðarbæjar. Rekstrarniðurstaðan verður jákvæð 274 milljónir króna í A-hluta og í samstæðunni allri er rekstrarniðurstaðan sömuleiðis jákvæð 583 milljónir króna. Áfram verður haldið áfram að greiða niður skuldir og standa þannig vörð sterka fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Fjármálamarkmið eru flest á áætlun eða nást að fullu sem endurspegla góða stjórn og trausta stefnumótun. Framkvæmdir og fjárfestingar nema alls 1,3 milljörðum króna á komandi ári og þá verður sérstök áhersla lögð á viðhaldsverkefni til að halda áfram að byggja upp og viðhalda innviðum sveitarfélagsins. Þá verður frístundastyrkur hækkaður eins og kom fram hér áðan, auk þess sem þjónusta á bæði velferðarsviði og skóla- og tómstundasviði verður efld en frekar til að mæta þörfum íbúa. Fráveitumálin verða tekin föstum tökum og unnið markvisst að úrbótum á því sviði og auk þess verður standsett moltugerðarstöð. Að lokum að reikna með því að malbikunalykt muni svífa stræti og torg á næsta ári, enda verður unnið ötulega að endurbótum og lagningu gatna. Samanlagt sýnir áætlunin metnaðarfulla og ábyrga framtíðarsýn þar sem þjónusta, uppbygging og traust fjármál haldast í hendur. Og þetta er nú bara byrjunin, þetta var bara inngangur. Ég ætla að rúlla aðeins yfir tekjustofnana.
Veigamestu tekjustofnar allra sveitarfélaga eru útsvar, fasteignagjöld og framlög frá jöfnunarsjóði. Tekjur Ísafjarðarbæjar eru áætlaðar árið 2026 7,8 milljarðar króna í A-hluta en tekjur í samanlögum A og B eru áætlaðar 9,3 milljarðar eins og ég sagði á það. Áætlaðar tekjur munu skiptast þannig að útsvar og fasteignaskattur eru 4,4 milljarðar, jöfnunarsjóðstekjur 2,6 milljarðar og aðrar tekjur 2,3 milljarðar. Í útkomuspá 2025 gert ráð fyrir því að útsvarsstofn hækki 12,2% milli árana 2024 og 2025. Þess vegna lagt til að útsvarsgreiðslur fyrir árið 2026 verði áætlaðar 3,6 milljarðar króna í samanburði við 3,2 sem var í áætlun 2025. Í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 gert ráð fyrir að útsvarsprósentan verði óbreytt eða 14,97% líkt og 2 undanfarin ár. Notast var við 3,2% áætlun verðbólgu sem forsendur við gerð fjárhagsáætlunar og gjaldskrárhækkanir taka mið af því. Launavísitöluhækkun að samanskapi áætluð 4,2% og taka gjaldskrárhækkanir vinnuliða líka mið af því. Framlögum úr jöfnunarsjóði skipt í bundin framlög, sérstök framlög, jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla og jöfnunarframlög vegna málefna fatlaðra. Árinu 2026 heildarframlag jöfnunarsjóðs áætlað tæplega 2,6 milljarðar og þar af 805 milljónir vegna málefna fatlaðs fólks en samkvæmt samningi sérhæfða velferðarþjónustu á Vestfjörðum mun Ísafjarðarbær innheimta öll framlög til málaflokksins og greiða þau síðan út til þjónustusvæðanna. Fasteignaskattur þriðji stærsti tekjustofn sveitarfélagsins og lagður árlega á flestar fasteignir í sveitarfélaginu sem metnar eru fasteignamati, samkvæmt fasteignaskrá. Inn í fasteignagjöldum fasteignaskattur, lóðalega, vatnsgjald, holræsagjald og sorpgjald. Í áætlun ársins 2026 gert ráð fyrir lækkun fasteignaskatt sem nemur 2 punktum, fer úr 0,5 eins og hún hefur verið 2 undanfarin ár, niður í 0,48 á almennt húsnæði. Heildarhækkun tekna vegna fasteignagjalda árið 2026  6,36% miðað við fasteignagjöld ársins 2025 og það skal taka það fram að hækkunin að hluta vegna stækkunar gjaldstofns, það að segja að fasteignum að fjölga. Og þá ætla ég aðeins að rúlla yfir útgjöldin. Rekstrargjöld ársins áætluð í A-hluta 7,2 milljarðar. Þar helmingur laun og launatengd gjöld. Breyting á lífeyrisskuldbindingum rúmlega 293 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður 2,8 milljarðar. Í A- og B-hluta rekstrargjöldin áætluð 8,2 milljarðar krónar, breyting á lífeyrisskuldbindingum 303 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður 3,4 milljarðar króna. Annar kostnaður öll önnur útgjöld en launagreiðslur til að reka sveitarfélagið og þarna til dæmis að ræða framkvæmdafé, afborganir lána, rekstur fasteigna, félagslegu stuðningur og svo framvegis. Að markmiðunum, í upphafi kjörtímabils, haustið 2022, var tekin ákvörðun að fókusa á fjármálin. Sett voru fjárhagsleg markmið sem leiðarljós við gerð fjárhagsáætlana. Markmiðin snúa að rekstrarlegum þáttum. Hér verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra sem við helst að líta til. Og það fyrst að nefna rekstrarjöfnuð 3 ára að við séum þar fyrir ofan núllið. Markmið að við fyrir ofan núllið þar. Við náum því með rekstrarjöfnuð í A-hluta upp á rúmar 154 milljónir króna og í samanteknum A- og B-hluta rekstrarjöfnuður 3 ára rúmlega 2 milljarðar króna. Markmiðum framlegð að hún sé hærri en 7,5%, bæði í A og A plus B. Við framlagningu þessara áætlunar til fyrri umræðu þá náðum við þessum markmiði ekki í A-hlutanum
þar sem framleiðin var þá 6,5%. Á milli umræðana náðum við þeim árangri við vinnslu áætlunarinnar að ná framleiðinni upp í 8,6%. Í samanteknum A og B hluta framleiðin 12% og hækkunin var 1,5% á milli umræða. Markmið sem snúa að veltufé frá rekstri að þar séum við yfir 8,5% og þar A-hlutin 10,8% og samantekin A og B-hluti 14,1%. Ef hort svo að markmiðin efnahagsmegin frá, þá megum við vel við una. Markmiðum skuldahlutfall í A-hluta að það sé undir 110%, sem það eða 98%, það var 98,6% í fyrir umræðum, og markmiðum skuldaviðmið í A-hluta að það sé undir 70%. Það markmiði næst einnig og verður 68,1%. Hækkar örlítið á milli umræðna, þar sem það var 67,4% í fyrir umræðu. Handbært fé í A-hluta áætlað 267 milljónir rúmar og markmiðið að það sé yfir 265 milljónir. Skuldahlutfall í A og B hluta áætlað 88,8% og þar markmiðið að við séum undir 120, þannig að það næst glæsilega, og sömuleiðis á við markmið í A og B hluta að skuldahlutfalli sé undir 80% og við erum áætlað að það verði 52,1%. Aðeins framkvæmdir, fjárfestingar og viðhaldsverkefni og annað. Sú framkvæmda áætlun sem lögð fram gerir ráð fyrir fjárfestingum í A-hluta í kringum 600 milljónir króna og fjárfestingar í A plus B-hluta í B-hluta áætlaðar 700 milljónir. Þannig að þetta 1,3 milljarður. Helstu framkvæmdir á næsta ári bygging slökkvistöðvar, gatnagerð, malbygg og aftur malbygg, snjóflóðavarnir á Flateyri, endurnýjun á búnaði í Sundhöll, lýsing af Torfnesvelli, uppsetning moltugerðastöðvar, uppbygging og endurbætur á skíðasvæði og svona mætti lengi telja. Það eru miklar framkvæmdir á vegum hafnarinnar og má það nefna byggingu nýrra móttökubyggingar fyrir skemmtiskipafarþega. Áætlað viðhald greitt úr aðalsjóði fyrir árið 2026 142 milljónir tæpar. Samanborið við að þær voru tæplega 90 milljónir á yfirstandandi ári. Stærstu viðhaldsverkefnin snúa að umferðar- og öryggismálum. En í það áætlaðar 85 milljónir sem fela í sér viðhald gatna, umferðarmerkingar og götulýsingu. Þá áformað að bæta við 2 strætóskýlum á ári og árið 2026 verður bætt við skýlum á Þingeyri og Suðureyri. Það fjölgun stöðugilda í vændum. Þetta sem nemur 9,3 stöðugildum og með fjölgun stöðugilda við að koma til móts við auknar þjónustuþarfir. Á nýju ári gert ráð fyrir nýju starfi kennsluráðgjafa á skóla- og tómstundasviði en aðkallandi að kennarar og skólastjórnendur fái aukinn faglegan stuðning. Nýr starfsmaður fráveitna verður ráðinn, eða hefur reyndar verið ráðinn frá áramótum. Við erum þátttakendur í live-verkefni sem fjármagnar þá stöðu. Fjölgun ferðafólks og íbúa kallar á eflingu slökkvilis, þjónustumiðstöðvar og hafnar og þá fjölgar starfsfólki á velferðarsviði 4 vegna aukinna þjónustuþarfa sem snúa að stoðþjónustu við fatlað fólk sem þá greitt að hluta, við fáum greitt að hluta í gegnum jöfnunarsjóð. En hvað breyttist núna á milli umræðuna? Ég aðeins búin að koma inn á það en eftir fyrri umræði í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fjárhagsáætlun ársins 2026 var ljóst að til þess að ná markmiðunum sem ég nefndi áðan yrðum við að draga úr ekstra kostnaði sem myndi nema 80 milljónir króna. Það að segja ef við vildum halda okkur við þetta markmið sem við viljum. Það var samt þannig að það komu tillögur úr bæjaráði og skóla- og íþrótta- og tómstundanefnd þar sem það lögðu til í rauninni tekjusamdrátt upp á 15 milljónir vegna hækkunar á fasteignasköttum eða lækkunar á prósentunni 2 stig og þá var skóla- íþrótta- og tómstundanefnd lagði til aukningu gjalda 5 milljónir vegna stærri frístundastyrkjapóts.
En það voru fleiri breytingar gerðar og þess vegna náðum við árangri. Eftirfarandi, það voru nokkra vinnubækur lesnar inn aftur eftir fyrir umræðu og gerðar breytingar sem samtals urðu 193 milljónir. Þannig að ég ætla svo sem ekki alveg að fara yfir það, en það var verið að tína ýmislegt til. Eins og ég nefndi aðan fasteignaskattinn en svo hækkaði jöfnunarsjóður, útsvar var hækkaði þegar var farið að endurreikna kostnaðar og velferðarstig, lækkaði aðeins, aðrar hátíðir, reyndar aukum aðeins við kostnað þar vegna sólmyrkvans. Og þetta eru svona nokkrir þættir, en allavega við náðum þessum árangri og með þeim breytingum sem gerðar voru á milli umræðna, þá erum við að ná allflestum af markmiðunum sem við settum okkur og erum einmitt afturstu blaðsviði í greinagerðinni. Það er mikilvægt að við sem bæjarstjórn stöndum við þau markmið sem við vorum sammála að setja okkur í upphafi kjörtímabils og leitum leiða til að ná þeim. Það hefur tekist í langflestum tilvikum. Á hinn bóginn má benda á að það gengur vel. Það er uppbygging í gangi, það er uppbygging í farvatninu og framkvæmda áætlunum okkar sýnir það mjög vel. Að lokum þá þakka ég starfsfólki og kjörnum fulltrúum Ísafjarðarbæjar fyrir velunum störf og ætla að segja það að ég er bara mjög bjartsýn á framtíðina. Takk fyrir mig. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Undir þessum lið. Já, Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla svona að fara. Já, það er einhver flensa í gangi. En ég ætla að fara aðeins færri orðum yfir fjárhagsáætlun en frú bæjarstjóri. Ég ætla að reyna að vera hnitmiðari. En þetta var góð yfirferð hjá bæjarstjóra. En við erum að taka seinni umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026 og síðasta fjárhagsáætlun þessa bæjarstjórnar. Þannig að og eftir þessi 4 ár þá hefur sveitarfélagið hefur að góða fjárfestingargetu til að sinna verkefnum og eins og bæjarstjóri sagði þá hefur þetta gengið vel og fjárfestingar sem að koma úr buddu okkur skattgreiðenda eru 1300 milljónir en er töluvert hærri ef við tökum greiðslur vegna ofanflóðasjóða og hafnarinnar og þá er þetta minnir mig 2,2 milljarðar. En ég ætla að lesa hérna upp sem ég ætla þá að senda þá til bæjarritara sem eru þá svona bókun okkur sjálfstæðismanna þessa fjárhagsáætlun og þessa vegferð okkar síðastliðin ár. Afsakið. Nú tökum við fyrir til seinni umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Sveitarfélagið hefur góða fjárfestingargetu til að sinna nauðsynlegum verkefnum þó veltu fjárhlutfall sé undir viðmiðunum. Tekjur hækka stöðugt en gjöld vaxa einnig, einkum launakostnaður og viðhald. Fasteignarsgjöld hækka hóflega í krónum og prósentum með lækkun skatthlutfalls á íbúðarhúsnæði. Skuldahlutfall lækkar og eiginfjárhlutfall styrkist sem eykur fjárhagslegt öryggi til lengri tíma. Fjárfestingargeta hefur styrkst á þessu kjörtímabili. Áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2026 eru 1300 milljónir króna án framlega frá ríkinu vegna hafnargerðar og ofanflóðavarna. Þar af A-hluti 600 milljónir og B-hluti 700 milljónir.
Fasteignaskattur og fasteignagjöld. Eins og öll árin á þessu kjörtímabili hafa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt áherslu á að lækka álögur á íbúa sveitarfélagsins. Stærsta málið hefur verið lækkun álagningarprósentu fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði. Þökkum við öðrum bæjarfulltrúum sem hafa sest á vagnin með okkur í þessari vegferð. Fasteignamat hefur hækkað 81,4% frá árinu 2022 og sem sagt til 2026. Og fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækkar núna í 0,48 árið 2026 en atvinnuhúsnæði verður áfram í 1,65%. Og aðeins til að glöggva sig á þessu þá tók ég saman litla töflu og árið 2023 var fasteignaskattur sem að Ísafjarðarbær rukkaði inn 512 milljónir, hækkar í 567 milljónir 2024 og ár í ár var hann orðinn 605 milljónir og verður næsta ár 649 milljónir. Þrátt fyrir það að við höfum lækkað álagningarprósentu og það hefur nú svona verið svona keppi að reyna að lækka þetta og sitt sýnist hverjum en við urðum ásátt þetta allavega í bæjarráði og held ég þessi bæjarstjórn líka. Ef við tökum þá prósentuna og skoðum hann aðeins þá hefur eins og ég sagði áðan atvinnuhúsnæði verið 1,65% en íbúðarhúsnæði byrjaði þegar við hófum þessa vegferð og komum inn í þessa bæjarstjórn þá var prósenta 0,56%. Lækkaði árið seinna í 0,53 og á þessu ári var hún 0,5 og nú gerum við ráð fyrir að lækka þetta í 0,48. Þetta nú bara örfáa prósentur en þetta telur samt og ég vona að þetta komi íbúum til góða. Lykilatriði í þróun sveitarfélagsins. Tekjur hafa vaxið stöðugt á þessu kjörtímabili, það bara eykst og eykst. Mest á milli áranna 24 og 5. Þá voru jökulstekjur 20,8%. Gjöld taka hægar en tekjur eftir 2025 sem styrkir þá rekstrarstöðu sveitarfélagsins. Fasteignaskattur hækkar í krónumtali en lækkar hlutfallslega með við tekjur. Fjárfestingar aukast 2026 með áherslu á hafnarframkvæmdir og íþróttamannvirki. Skulda hlutfall A og B hluta lækkar og verður í árslok 26 88,8%. Og veltufé frá rekstri verður 1326 milljónir. Framtíðin því björt hjá Ísafjarðarbæ næstu árin en ávallt þarf að gæta aðhalds í rekstri. Rekstur á það til að bólna út. Hærri rekstrargjöld draga úr framlegð og getur leitt til hallareksturs. Það veldur því að takmarka svigrúm verður til fjárfestinga. Ég vona því að bæjarfulltrúar næsta kjörtímabils haldi áfram þeirri vegferð sem þessi bæjarstjórn hefur verið á. Að lokum vil ég þakka starfsmönnum sveitarfélagsins því ef þau hefðu ekki verið á þessum vagni líka þá hefði þetta ekki náðst. Það skiptir svo miklu máli og ég held ég hefði sagt það í þessari pontu öll skiptin við gerð fjárhagsáætlunar að halda áætlun, ekki fara fram úr áætlun. Það hefur sýnt sig undanförnum áratugum að tekjur eru yfirleitt alltaf hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Og ef við höldum rekstrinum innan áætlunar þá lækkar skuldahlutfallið hratt. Að þessu sögðu þá óska ég bæjarfulltrúum og íbúum Ísafjarðarbæjar bara til hamingju með þessa fjárhagsáætlun og stöðu sveitarfélagsins fjárhagslega. Takk fyrir þetta. Kristján beðið morðið ekki svo vel. Þú líka. Forseti, bæjarfulltrúar,
erfitt að koma eftir honum, hann var með svo svakalega kynþokkafullar röddambyggi kvöld að maður hljómar örugglega eins og asni í radíóinu núna sko, en það er önnur saga. Þetta er sennilega 8. fjárhagsáætlunin sem að ég vinn að, gerur það fyrir Nanný komi upp og trompi mig og eftir ef hún vill. En hún hefur verið alls konar, við hefum náttúrulega farið í gegnum COVID og alls konar dót, en ég held að þessi bæjarstjórn hafi verið það lukkuleg að hafa getað unnið mjög vel saman og sett sér markmið sem að allir voru með á, bæði bæjarstjórn og starfsmenn, og það hjálpar mikið til eins og Jóhann Birkir kom inn á. Það eru svona gloppur í þessu hér og þar þó að heildin líti þetta mjög vel út. Þetta væri best ef við getum skilað árangri eins og 24 öll árin. Kostnaður hefur hækkað 700 milljónum meir en tekjur síðan þá, þó að milli 25 og 26 sé það töluvert að séum að ná aðeins tilbaka kostnaðinum. En 274 milljónum króna afgangur á A-hluta er eiginlega það lágmark sem við getum náð. Þyrftum helst að ná aðeins betri hluta bara til að ná örlítið meiri árangri niðurgreiðslu skulda í A-hluta og með framkvæmdafé, en þetta er kannski bara ósanngjarnt af mér að vera að tala um þetta núna því að þetta lítur ágætlega út, en mikill vill meira. Þannig að heilt yfir lítur áætlunin mjög vel út og ég held að við séum ágætlega sett og vona ég að næsta bæjarstjórn njóti sama haps og þessi bæjarstjórn sem var töluvert auðveldara að vinna í og töluvert skemmtilegri heldur en fyrir bæjarstjórn sem að ég tók þátt í að vinna og var erfiðar að koma saman fjárhagsáætlun og svoleiðis er þetta bara og það ekki að vera í grafgötu með það. Þetta er sem sagt síðasta fjárhagsáætlun þessar bæjarstjórn og ég held að hún geti verið stolt af henni og af því að það veit enginn sína framtíð þá vil ég bara minna á að það er ekki sjálfgefin á árangur fjármálum. Það þarf sífellt að huga á þá sérstaklega kostnaði og minna bara á að það þarf alltaf svona ákveðna framsóknarskynsemi til að ná árangri í þessu. Ég er með bókum frá Framsóknarflokknum sem ég sendi bæjarritara á eftir sem ég ætla að lesa hérna upp. Framsóknarflokkurinn á Ísafjarðarbæ samþykkir fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og telur hann í heildina jákvæða. Sérstaklega fögnum við þeim áherslum sem styrkja Ísafjarðarbæ að fjölskylduvænu samfélagi. Við teljum afar mikilvægt að unnið sé markvisst að því að efla þjónustu við börn og fjölskyldur og því styðjum við heilshugar ráðningu og kennsluráðgjafa sem mun auka þjónustu við grunnskólanemendur. Framsókn telur mikilvægt að til framtíðar fái skólasvið og frá leikskóla og upp úr enn frekari stuðning og ætti sveitarfélag að leitast að ná árangri í öllum þeim árangursmælingum sem hægt er að taka þátt í á landsvísu, hvort sem er að ræða námsárangri, líðan nemanda, forvarnir og svo framvegis. Þá lítum við jákvæðum augum fjárfestingar á íþróttamannvirkjum, svo sem á knattspyrnusvæði og skíðasvæði sem eru lykilþættir í öflugu íþrótta- og tómstundastarfi bæjarins. Frístundastyrkurinn sem var komið á vegna áherslu Framsóknarflokksins er hvatning fyrir fjölskyldur og gleðilegt er að hann nær árið 2026 niður til barna í 1. bekk. Þetta er mikilvægt skref til að tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þátttöku í íþrótta- og tómstundum. Á kjörtímabilinu hefur verið góð samvinna og skýr markmið skilað því að skuldir sveitarfélagsins hafa lækkað verulega. Þar spilar einnig inn í stórt hlutverk sala á eignum. Þetta mun styrkja stöðu bæjarsjóðs og skapa aukið svigrúm til fjárfestinga og uppbyggingu í framtíðinni. Þrátt fyrir jákvæða þróun viljum við þó benda á áfram er áhugjefni hversu rekstrarkostnaður hefur hækkað tæpa 700 milljónir umfram tekjur á síðustu 2 árum. Nauðsynlegt er að sveitarfélagið haldi áfram með huga rekstrarlegu sjálfbærni og dregið veru kostnaðaraukningu með markvissum hætti. Að teknu heildarmati er fjárhagsáætlun skrefið rétt átt með áherslum sem Framsóknarflokkurinn styður og telur mikilvægt fyrir framtíð Ísafjarðarbæjar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Gylfi beðum hann já. Sver. Já, forseti og bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta er gaman að koma hér upp og ræða þessa fjárhagsáætlun. Og ég verð nú bara að vera sammála mörgu því sem að hér hefur komið fram. Það er viðfangsefni að halda í við kostnaðarhækkanir því að alltaf eru til óþrjótandi hugmyndir að því að gera bæinn okkar betri eða auðvelda íbúum eða starfsfólki lífið. En því miður er að þannig að bæjarstjórn þarf að taka erfiðar ákvarðanir í því
og til þess að geta tekið þar ákvarðanir með svona ykkur þokkalegu viti að þá settum við okkur þessi fjárhagslegu markmið í upphafi til þess að finna til þess að taka fyrirfram ákvörðun ofan frá með svona sín á stóru hlutina að hversu miklu leyti við ætlum að greiða niður skuldir eða lækka tekjur okkar. Og við höfum reynt að fara bil beggja og ég held að það hefði lánast mjög vel. Ég ætla að lesa hér fram bókun sem að við ætlum að leggja svo fram í lok þessar umræðu. Hún hljómar eitthvað á þessa leið. Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir 2026 endurspeglar áframhaldandi góða fjárhagsstjórn, batnandi fjárhag og bjarta framtíð hér fyrir vestan. Rekstrarniðurstaða verður jákvæð 274 milljónir króna í A-hluta og í samstæðunni allri rekstrarniðurstaðan jákvæð 580 milljónir. Skuldahlutfall A-hluta mun í fyrsta sinn í sögu sveitarfélagsins fara niður fyrir 100%. Frá því upphafi kjörtímabils hafa fjármagnsgjöld lækkað 150 milljónir króna á ári. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði fer nú niður í 0,48%. Metnaðarfull fjármálamarkmið frá því upphafi kjörtímabilsins eru flest á áætlun eða nást að fullu sem endurspegla góða stjórn og trausta stefnumótun. Framkvæmdir og fjárfestingar nema alls 1,3 milljörðum króna á komandi ári í slökkvistöð, ofanflóðavörnum, fráveitu, knattspyrnuvelli, skíðasvæði og sundlaugum. Frístundastyrkur hækkaður helming, framlög í viðhald hækkuð 20 milljóna, auk þess sem þjónusta á bæði velferðarsviði og skóla- og tómstundasviði verður eld enn frekar. Að lokum má reikna með að malbyggunarlykt muni svífa stræti og torg á næsta ári enda verður unnið ötullega að endurbótum og lagningu gatna. Samanlagt sýnir áætlunin metnaðarfull og ábyrga framtíðarsýn þar sem þjónusta, uppbygging og traust fjármál haldast í hendur. Í listin í góðu samstarfi við bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins stolt af fjárhagsáætlun fyrir 2026. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, legg ég þá fram bæjarritari eða, já, til samþykktar. Þá legg ég þetta fram til samþykktar á gefum merki samþykkt og þetta samþykkt samhljóða. 10. liður í framkvæmda áætlun 2026 til 2036. Forseti leggur fram til samþykktar og síðar umræðu tillögu að framkvæmda áætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árin 2026 til 2036. Orðið laust undir þessu lið. Og enginn hefur orðið hér, þá legg ég þetta fram til samþykktar og með gefmerki. Og þetta samþykkt samhljóða. 11. mál, það þjónustustefna 2026 til 2029. Forseti leggur fram til síðar umræðu og samþykktar þjónustustefnu Ísafjarðarbæjar 2026 til 2029. Orðið laust undir þessu lið og Gylfi byrðið orðið ekki svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, við erum hér að samþykkja fyrsta skipti þjónustustefnu samkvæmt lögum þar sem að gert ráð fyrir að stefna sé lögð fram í samhengi við fjárhagsáætlun hvers árs. Þetta hefur því verið mikil lærdómsferli og ég vil þakka embættisfólki og kjörnum fulltrúum fyrir samstarfi við vinnun á þessu. Þetta var unnið með mjög ítarlegum hætti þar sem að farið var í gegnum alla þjónustu sem að sveitarfélagið veitir á hinum ólíklegustu sviðum og það verður að játast að ýmislegt sem að kemur fram í þessari þjónustustefnu hafi ég ekki hugmynd að bæjarfélagið synti fyrir en ég las það hér svart og hvítu í aðdraganda eða sem sagt á fyrri stigum þessari vinnu og hér það má kannski með einhverjum hætti álasa þjónustustefnu á þessu tagi fyrir það að vera frekar lýsandi heldur en stefnumótandi og ég held að það sé að einhverju leyti rétt. Ég held hins vegar að þetta sé þá vettvangurinn til þess eða skjalið til þess að taka einhverjar ákvarðanir og að stefnumótandi breytingar verði þá teknar út frá því sem að kemur fram í þjónustustefnunni. Ég vona allavega að þetta verði það verkfæri sem að löggjafanum hugnaðist þegar að þessi lög voru sett. Ég vil mér langar einnig að benda á í þessu samhengi vegna þess að ég hef skrifað það á opinberum vettvangi að ég telji að það sé hyggilegt að sameina sveitarfélög og hef
þar vísað til dæmis í lagafrumvarp sem að lagt var inn í samráðsgátt stjórnvalda á dögunum og hefur svo sem ekki verið lagt inn á þing enn þrátt fyrir tímaáætlun þarum. En svona mín samtöl við sveitarstjórnarfólk í kringum Kjálkan benda til þess að það verði það verði allavega ein sameining minnstakosti fyrir næstu kosningar sem að verði á Ströndum milli Árneshrepps og Kaldranarshrepps. Það er að vísu smávægilegt en þess að sameinað sveitarfélag verður ennþá undir 200 manns en mjög mikils vísir og svona almennt held ég að það sé svona sameiningarhugur í sérstaklega fólki í litlu sveitarfélagunum. Við vitum að það eru sameiningarviðræður milli Súðavíkurhrepps og Hólmavík og Strandabyggðar og víðar. Og af hverju tala ég sameiningar sveitarfélag? Jú, það er vegna þess að vinna við að gera þjónustustefnu er mjög gott veganesti inn í sameiningarviðræður. Það útlistar hvernig sveitarfélagið virkar, hvaða stefnu sveitarfélagið hefur sett sér og er svona formlegt skjal sem að hægt að leggja fram inn í slíka vinnu til þess að samræma við það sem að gengur og gerist í öðrum sveitarfélagum. Þannig að ég held að þessi vinna þetta var mjög mikil vinna og ég ætla ekki að gera lítið úr því en ég held að hún geti gagnast ekki bara fyrir sveitarfélagið í heild heldur líka fyrir ekki bara í þessari vinnu við fjárhagsáætlun heldur líka kannski í svona aðeins stærra samhengi. Takk fyrir þetta. Fyrir sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki, þá þetta lagt fram til samþykktar og með ekki merkið samþykja þetta. Samþykkt samhljóða. 12. mál er endurskoðun 2005-2007 til að frá 1348. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 17. nóvember 2005 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun og samningi við KPMG endurskoðun Ísafjarðarbæjar vegna rekstrar áranna 2005 til 2007 að 4.890.000 árlega auk virðisaukaskatts. Orðið laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, þá leggja þetta fram til samþykktar og með ekki merkið samþykkið þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. 13. mál sjúkraflutningar endurnýjun samnings 2025 til að frá 1347. fundi bæjarráðs sem haldinn var 3. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun samnings sjúkraflutninga á svæði Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Orðið laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið lagt fram til samþykktar með ekki merkið samþykkið þetta og þetta samþykkt samhljóða. 14. mál endurnýjun samning vegna leigu og rými fyrir aðgerðarstjórn til að frá 1347. fundi bæjarráðs sem haldinn var 3. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykkja endurnýjun samnings vegna leigu og rými Ísafjarðarbæjar fyrir aðgerðarstjórn almannavarna. Orðið laust undir þessu lið og kynið beðum orðið álega geta fram til samþyktar með ekki merkið samþykkið og þetta samþykkt samhljóða. 15. mál tímabundinlegur samningur slökkviliðs í Guðmundabúð til að frá 1347. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 3. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki tímabundinlegur samning slökkviliðs í Guðmundabúð. Orðið laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið þá leggja þetta fram til samþyktar og með ekki merkið samþykkið þetta og þetta samþykkt samhljóða. 16. mál er deiluskipulag Eyrakláfur til að frá 660. annars fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykkja leiðrétta bersýnilega villu í fyrri ákvörðun sinni sem tekin var á 507. Fundinu með 560 bæjarstjórnar þann 30. október 2025 og heimila opinberri kynningu og vinnslutölu og nýju deiluskipulagi Eyrakláfs samkvæmt 4. málsgrein 40. skipulagslaga nr. 123 síðan 2010 en rétt til að er dagsett 16. september 2025 ásamt uppdrætti dags 8. september 2025 og fylgimáli þessu. Orðið laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið þá leggja þetta fram til samþykkt með ekki merkið samþykkið þetta og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við í 17. máli Hvítisandur ósk umsögn vegna beiðni undanþágu frá skipulagsreglugerð til að frá 1348. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 17. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki bókun
660. annars fundar skipulags- og mannvirkjanefndar frá 12. nóvember 2025 að gera ekki athugasemd við að ráðherra veiti undanþágu í samræmi við erindi Runólfs Ágústssonar fyrir hönd Hvítasands EHF dagsett 10. október 2025 frá skipulagsreglugerð nr. 90 síðan 2013 samanber 13. málsgrein 45. grein skipulagslaga nr. 123 síðan 2010 og grein fórt alveg með þetta 53214 í skipulagsreglugerð þar sem kveðið er á að utan þéttbýli skuli ekki reisa mannvirki nær vötnum, ám eða sjó en 50 metrar. Orðið laust undir þessu lið. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég sat ekki þennan fund skipulags- og mannvirkjanefndar en hefur fengið upplýsingar frá skipulagsfulltrúa þetta mál. Við veittum leyfi til þess að Hvítasandur fengi að deiliskipuleggja svæðið minni mig 23, loka árs 23 eða byrjun árs 24. Síðan hefur þessi vinna verið í gangi. Hér er Runólfur að sækja eða fyrir hönd Hvítasands að sækja að mega skipuleggja svæðið niður að sjávar hvað heitir það? Máli, niður að sjávarmáli og er að óska eftir undanþágu vegna þessa. Eins og kemur fram í minnisblaðinu sem liggur fyrir fundinum þá er fordæmi í sambærilegum málum vegna baðlóna og strandbyggingar, til dæmis Bláa lónið sem hefur fengið að nýta jarðhitasvæði þrátt fyrir að þau séu nálægð við viðkvæma náttúru með þá skilyrðum vandaðan frágang og umhverfisvöktun og annað slíkt, vök baðs á Austurlandi sem er við Urriðavatn og nýtur bakka Urriðavatns fyrir baðlón og Hvammsvík í Hvalfirði þar sem baðlónið svona flýtur nánast út í sjó. Nefndin fannst eðlilegt að gera ekki athugasemd við það að ráðherra veitti þessa undanþágu en vildi þá beinda á að það yrði að vera með ákveðnum skilyrðum eins og að frágangur væri vandaður, röskun á náttúru og röskun á æðarvarpi yrði haldið í algjöru lágmarki og tekið tillit til sjávarfalla. Mér langar til þess að benda á að þetta er ennþá vinnslutillaga sem hefur ekki komið inn til skipulagsnefndar sem það á það eftir að taka ákvörðun framhaldið. Ég hef fengið ábendingar að sitt hvoru megin við þetta svæði séu friðuð æðarvörp og einnig að það séu ágreiningur landamerki sem að virðast ná aftur á vonandi bara síðustu öld en ekki þar síðustu öld. Og það er eitthvað sem að nefndin þarf að taka til skoðunar þegar vinnslutillagan kemur inn á borð til okkar. Takk fyrir þetta, Nanni. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það var að fara með lista við þá aðila sem hefur fengið undanþágu frá skipulagsreglugerð. Ísafjarðarbær hefur nú fengið undanþágu frá þessu ákvæði í nokkur skipti líka einmitt vegna nálægðar við vötn og læki og ár og því líkt. En ég vildi bara brýna því við fórum nú yfir til bæjarráði og segist að nú ef við samþykjum þetta þá fer ég á stað vinnsla deiliskipulags sem kostar milljónir og þá þurfum við að vera ábyrg og ef við erum á móti þessu verkefni þá eigum við að segja það núna. Við erum ekki að segja það þegar búið að eyða milljónum í deiliskipulag. Bæjarfulltrúar hafa mikið vald. Þeir geta sagt, þeir geta hafnað og samþykkt tillögur sem koma hérna inn. Og slíkt vald
þarf við þurfum að gæta því, þetta má ekki vera á einhverjum tilfinningum, við þurfum að byggja þetta á rökum og ef að það eru landeigendur sem telja sig eiga landið undir þessu, þá kemur það þá bara í ljós. Menn þurfa að vinna það. Það kemur þá hingað inn líka. Við eigum ekki, að mínu mati, að hafna hverju sem nema við séum með fullgild rök og getum lagtu fram og sagt af hverju við segjum nei, ekki að því að okkur finnst eitthvað. Það líti ég svo á að við bæjarfulltrúar, þetta eru það mikil völd sem við höfum til þess að velja og hafna. Þannig að ég vildi nú bara koma þessu á framfæri að við skulum þá stoppa málið hér áður en við förum í einhverja vegferð og látum einstaklinga eyða milljónum sem við ætlum að hafna seinna. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Svo ekki þá legg ég þetta fram til samþykktar að megi með merki þegar samþykkið þetta. Þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. mál, það Oddavegur 5 Flateyri, lóðalegur samningar vegna sölu, tillaga frá 660 á öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila útgáfu lóðalegur samnings fyrir mannvirkin við Oddaveg 5 á Flateyri í samræmi mæliblað þar sem að helstu niðurstöður sína mengun mælist undir hámarksgildum atvinnusvæðis í báðum sínum. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þannig ég legg þetta fram til samþykktar. Megi gefa mér merkið eða samþykkið þetta og þetta samþykkt samhljóða. Þá er komin máli 19, það Seljalandsvegur 8 á Ísafirði, umsókn með lóðalegu samning tillaga frá 660 á öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki útgáfu lóðalegu samnings fyrir Seljalandsveg 8 á Ísafirði í samræmi við mæliblað tæknideildar. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið að megi gefa merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál með 20, Hnífsdalsvegur 27 á Ísafirði, lóðalegur samningur tillaga frá 660 á öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki útgáfu lóðalegur samnings fyrir Hnífsdalsveg 27 á Ísafirði í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá megi ekki að merkja við samþykkið þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. 21. mál Heiðabraut 6 Hnífsdal, umsókn lóðalegu samning tillaga frá 660 á öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki útgáfu lóðalegu samnings fyrir Heiðabraut 6 í Hnífsdal í samræmi við mæliblað tæknideildar. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið ámátti gefa með merki til samþykktar. Og já, þetta er samþykkt samhljóða. 20. á annað mál, samningur Ísafjarðarbæjar og Fossvogsgönguna 2025 til 2028, tillaga frá 30. á öðrum fundi skóla íþrótta og tómstundanefndar, en fundur var haldinn 15. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun samnings Ísafjarðarbæjar og Fossvogsgönguna vegna árana 2025 til 2029. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið á megi gefa með merki til samþykktar. Viltu samþykki? Já. Ég ætla að sitja hjá. Já, þá megi gefa merki til samþykktar og einhverjur á móti og þá er það bókað að Gylfi situr hjá Bryndís. Já, situr þú hjá líka? Nei, já. Það var þetta samþykkt með 8 atkvæðum og Gylfi situr hjá. Nú er þetta skýrt. Já, þá erum við komin í fundagerð til kynningar 2003. Það er bæjaráð, til að fram til kynningar fundagerð 1347. funda bæjaráðs, en fundur var haldinn 3. nóvember 2025. Fundagerðin er í 19 liðum og orðið er laust undir þessum lið og Gylfi við beðum orðið ekki svo vel. Já, frú forseti,
og bæjarfulltrúar og aðri tilherendur. Hér til umfjöllunar eða lögð fram til kynningar fundargerð 1347. fundar bæjarráðs og það eitt mál sem ég vil, eða það í raun 2 mál sem ég vil taka upp undir þessum lið. Í fyrra lagi það framkvæmdasjóður ferðamannastaða og það var mikil umræða það sem hérna umsóknarfresturinn var að renna út þegar þessi fundur fór fram og mikil umræða hvort að við ættum að sækja eða ekki. En eins og kemur fram í bókunni að þá háttar þannig til að það var ekkert verkefni sem var almennilega tilbúið. Við vorum með nokkur verkefni sem að hafa verið í skrúfunni, til dæmis verkefnið í Álftafirði Valagil sem að hafði verið lögð mikil vinna í og kom svo í ljós að ekki var samþykki frá landeiganda fyrirliggjandi. Þannig að við samþyktum það að sækja ekki í framkvæmdasjóð ferðamannastaða núna, heldur að nota næsta ár til þess að bæði endur skrifa áfangastaða áætlun og sækja þá að nýju. Þó það þannig að við erum að fara það komin peningur til þess að fara framkvæmdir á Flateyri til dæmis með peningu sem hafa fengist á fyrri stigum. Nú, mér langar einnig að hafa orð á því hér í þessu samhengi að eins og þið sjáuð í fundargerðinni þá mætti ég til fundar í gegnum fjarfundabúnað. Við höfum haft fjarfundabúnað, í bæjarmálasamþykkt hefur verið með reglur notkun fjarfundabúnaðar sem að miðast við að fólk sé annarkvort á vegum sveitarfélagsins einhverstaðar annars staðar eða innan sveitarfélagsins og þá helst að veður hamli för eitthvað slíkt. Og þetta alltaf ákveðin jafnvægiskunst vegna þess að við viljum ekki að fólk sé einhvern veginn hingað og þangað að taka bæjarstjórnarfundina og jafnvel að það sé ákveðin kurteisi að hleypa varafulltrúum með svona einhver tíman á kjörtímabilinu allavega. En þarna var ég á vettvangi Vestfjarðastofu og fékk skriflegt samþykki fyrir því frá öðrum í bæjarráði að það teldist vera verkefni á vegum sveitarfélagsins. En eftir því sem að sveitarfélög stækka og fjarfundabúnaður verður betri þá munu þessum spurningum fjölga væntanlega túlkun þessu ákvæði. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki að þetta lagt fram til kynningar. Þá hérna 24. mál bæjarráði lögð fram til kynningar fundargerð 1347. fundar bæjarráðs sem fundur var haldinn 10. nóvember 2025 og fundargerðin í 10 liðum. Orðið laust undir þessar fundargerð og Sigríður Júlía það biður mér orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilherendur. Ég ætla að taka hér til máls undir liði númer 6 í þessari fundargerð. Öryggismál og Skutulsfjarðarbraut. Bæjarstjóri var falið að hafa samband við Vegagerðina til að ræða öryggismál á Skutulsfjarðarbraut. Því eins og við vitum að það var þannig alvarlegt slys núna í október. Það sem að frétta þessu að þetta ferst í huga mér og ég með bókina mína góðu, það sem ég krota í þegar ég á fundum, að þá átti ég góðan fund í gær með Pálma svæðisstjóra hjá Vegagerðinni og Kristni Lingmó. Þar sem að Kristin fullvissaði mig það að allavega núna til að byrja með að þá verður aukin áhersla á hálkuvarnir á Skutulsfjarðarbraut. Bara salt og sandur og bara hafa ekkert að stoppa þar sko. Það bara dagskipunin hjá Vegagerðinni að það á að salta og halda Skutulsfjarðarbrautinni hálkufrýri. Svo tjáðu mér það að það verði stórt vegriðsútboð á næsta ári hjá Vegagerðinni. Og núna verið að kortleggja staði við Skutulsfjarðarbraut þar sem að þörf á vegriði og það eru einhverjum 2 staðir og vonir standa til þess að það verði sett upp vegrið við Grænagarðsdjúp. Ég voni ég sé að fara rétt með.
þar sem að umrætt slys átti sér stað og þar vist alveg sérstaklega djúpt alveg upp við vegstæðið. Þannig að mér langaði til að upplýsa ykkur þetta og þá í leiðinni, fyrst ég og að tala Vegagerðina, að þá ræddi ég við þá líka göngin. Eins og sást í fundagerð hér líka og grein frétt á BB að það var aðgerðalisti tilbúin en ekkert að frétta varðandi öryggismál í göngunum. Þeir vilja bara ekki koma með aðgerðalistan og það hvað á að gera þegar þeir eru ekki með fjármagni í hendi, en hins vegar verður lýsingin bætt núna í vetur og það er reiknað með því í janúar og febrúar verði skipt perur og ljós í göngunum. Og þá er til skoðunar að setja upp myndavélakerfi og einnig að umferðarstýringu. Og þá áréttuðu það við mig líka að viðbragðsaðilar hér, að þeir geta haft samband við neyðarlínuna og neyðarlínan haft samband við vaktstöð hjá Vegagerðinni til þess að loka göngum þegar forgangsakstur á sér stað. Þetta vist ekki praktísera hér og ég var bara mjög hissa og ég vildi bara segja ykkur frá því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki orðalagt fram til kynningar. Það er 25. mál, það bæjarráð lögð fram til kynningar fundagerð 1347. fundar bæjarráð sem fundur var haldinn 17. nóvember 2025 og fundagerðin er í 12 liðum. Orðið er laust undir þessari fundagerð og enginn hefur beðið orðið, það var orðalagt fram til kynningar. 27. mál framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða lögð fram til kynningar fundagerð 8. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða sem haldinn var 3. júní 2025. Fundagerðin er í einum lið. Orðið laust undir þessari fundagerð og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. 27. mál framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða lögð fram til kynningar fundagerð 9. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða sem haldinn var 25. júní 2025. Fundagerðin er í tveim liðum. Orðið laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. 28. mál framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða lögð fram til kynningar fundagerð 10. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða en fundur var haldinn þann 9. júlí 2025. Fundagerðin er í einum lið. Orðið laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. 29. mál framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða lögð fram til kynningar fundagerð 11. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða en fundur var haldinn 29. október 2025 og fundagerðin er í þrem liðum. Orðið laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. Málið 30 nefnd byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði lögð fram til kynningar 8. fundagerð nefndar byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði en fundur var haldinn 5. nóvember 2025. Fundagerðin er í tveim liðum og orðið laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. Málið 31 skipulags- og mannvirkjanefnd lögð fram til kynningar fundagerð 662. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 12. nóvember 2025 og fundagerðin er í 17 liðum. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið orðalagt fram til kynningar. Þá erum komin málið 32. Það er skólaíþrótta- og tómstundanemndar lögð fram til kynningar fundagerð 32. fundar skólaíþrótta- og tómstundanefndar en fundur var haldinn 15. nóvember 2025 og fundagerðin er í 11 liðum og orðið er laust undir þessu lið og nann ég hef beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar til að ræða þessa fundagerð skólaíþrótta- og tómstundanefndar frá 32. fundi nefndarinnar. Fyrsta mál á dagskráni var Endúróbraut á Seljalandsdal, stendur undir í fundagerðinni í Seljalandsdal sem ég held að hljóti að vera innsláttarvilla því við segjum alltaf á Seljalandsdal.
En á fundin mættu fulltrúi frá svæðisfulltrúi íþrótta hér á Vestfjörðum sem mjög áhugavert nafn, Páll Janus, og ræddi við okkur áhuga fólks á að stofna akstursíþróttafélag og í framhald af því að það yrði komin upp svona endúróbraut á Seljalandsdal. Okkur þótti fínt að fá hann á fundin og fengu jafnframt Ragnar, forstöðumann skíðasvæðisins, með okkur til þess að ræða málin. Hugur þessa einstaklingar sem hafa áhuga á akstursíþróttum er að það verði gerð braut sem að liggur samhliða 12,5 kilometra Fossvogsgöngubrautinni. Það er ekki búið að útfæra þetta neitt, en þetta er bara þeirra hugmyndir, þannig að brautin mun vera inn fjörðin en ekki út fjörðin. Og það sem að Páll Janus sagði okkur var að það eru nokkrir einstaklingar sem að stunda akstursíþróttir, nokkrir aðilar sem að keppa á mótum innanlands, geta ekki keppt undir nafni Vestra eða íþróttafélag á Vestfjörðum, þar sem hér er ekkert akstursíþróttafélag, en þeir hafa áhuga á að keppa fyrir sveitarfélagið sitt. Það sem kom líka fram er að þessir einstaklingar sem hafa þennan áhuga, þeir eru að lenda í útistöðum við fólk sem að vill ekki að þeir sé að keyra á tækjunum sínum og þeir hafa engan stað til að vera á, og það er leiðilegt að hafa áhugamál þar sem að þú ert ekki velkomin til þess að stunda það án þess að fólk sé að skamma þig. Og mér skilst nú að ástandi í Bolungarvík sé þannig að þar séu strengtir vírar yfir vegi til þess að varða akstursíþróttamönnum frá að komast inn í Syðridal, sem er nú ekki góður bragur á. En allavega við skildum við Pál Janus á þann hátt að hann og Ragnar ætla að setjast niður og ræða málin og kalla til sín þá aðila sem eru að stunda íþróttir upp á Seljalandsdal og reyna að finna lausn á þessu máli, því að það er bara mjög skemmtilegt að auka flóru íþróttaiðkunar í Ísafjarðarbæ svo framalega sem að þær þurfa ekki að eiga sér stað inn í Torfnesi. Svo lögðum við fyrir nokkur málan meðal hans frístundastyrki, og mér langaði til þess að líka segja ykkur frá hugmynd sem að ég er búin að vera með í svolítinn tíma fjölskylduhelgi í Ísafjarðarbæ, sem að er svona sprottin af því að fá fjölskyldur til þess að koma saman og bara fara eiginlega út að leika sér eða að leika sér saman, og það getur sveitarfélagi komið til móts við foreldra með því að hafa frítt í sund og hvetja aðila sem eru með íþróttaiðkun fyrir börn til þess að bjóða upp á ókeypis samveru fyrir börn og fullorðna, og jafnvel að fá börn í menntaskólanum og börn í grunnskólanum til þess að ræða saman það hvað er að vera fjölskylda og hvernig erum við saman sem fjölskylda og hvað er gott við að vera fjölskylda í Ísafjarðarbæ. Við segjum að við séum fjölskylduvænt sveitarfélag og ég held að það sé bara fínt og skemmtilegt að lyfta því upp og við komum bara saman og leikum okkur. Svo lögðum við fram skýrslur og tillögu frá Þóri Guðmundsssyni uppbyggingu í Íþróttahúsinu á Torfnesi, sem ég veit að allar eru ekki sáttir við, en þetta er tillaga frá þeim félögum sem er að stunda íþróttir í Íþróttahúsinu á Torfnesi og finnst að vera sprungið og erfitt að athafna sig þar. Og ég hef reyndar áhyggjur af því þegar, ég ætla ekki að segja heldur þegar við hættum að geta notað húsnæði í Bolungarvík, hvað ætlum við að gera þá, því að það er mjög lítið viðhald á húsnæðinu þar og mjög erfitt fyrir íþróttafélögin að stunda sínar íþróttir þar. Annars bara voru nokkuð mál lögð fram til kynningar og ekki meir það að segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Nanni. Er fleiri sem vil taka til máls? Já, Gylfi, gerðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilhörundur af því að málshefjandi vakti hér máls á umræðum endúróbraut, og þá hef ég komið áður hér til þess að ræða nýtingu Seljalandsdals, sem að ég tel vera mikla útivistaparadís, þar sem að á veturna við höfum séð
skíðaiðkun af ýmsu tagi og vélknúna útivist lifa góðu samlífi og svo á sumrin einnig með aðeins öðrum hætti. Á dögunum á þriðjudagskvöldið var haldinn aðalfundur Fossavogsgöngunnar þar sem að umræðan endúrabrautina kom upp og af því að þú nefndir sérstaklega 12,5 km brautina að þá var tekið mjög vel í þetta að því marki sem að brautir geta samnýst þurfi að passa að undirlagi verði ekki óslétt af notkun þessara hjóla en við höldum að þetta séu bara frábært að það geti fleiri notað þessarar paradísar. Takk fyrir þetta, Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki orðið lagt fram til kynningar. Þá erum við á síðasta máli, 33. Það er velferðarnefnd, lögð fram til kynningafundargerð 494. fundar velferðarnefndar en fundur á haldi 19. nóvember 2025. Fundargerðin í 3 liðum og orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið. Þá er þetta lagt fram til kynningar. Þá er klukkan 17:06 og fundi